Ég hef hins vegar verið á þeirri skoðun eftir að þau rök sem meðal annars hafa komið fram áhrif á laxastofna og reyndar fleira, að þá sé það skynsamlegt að láta duga að setja í nýtingarflokk efri tvær virkjanirnar, þar sé Hvamms- og Holtavirkjun, og láta Urriðafoss vera í bið, einmitt til þess að rannsaka betur og kanna áhrifin, og hef lagt til að Urriðafoss verði settur í bið. Ég ætla hins vegar að taka það fram, af því að við vitum að neðri Þjórsá eitt af stóru deilumálunum hér og neðri Þjórsá öll tekin úr nýtingarflokki hérna í þingskjali ráðherrans, að ég tel að það kunni að hafa komið fram einhver sjónarmið þar, kannski sérstaklega varðandi Urriðafoss, sem hafi verið ástæða til þess að taka til frekari skoðunar. Svo við látum nú bara Urriðafossin liggja milli hluta sinni vegna þess að það sannarlega umdeildara mál. Ég virði að skoða frekar hvað lýtur að Urriðafossvirkjun. Virðulegur forseti, ég þakka þetta andsvar og get ég tekið undir sjónarmiðin sem komu bæði fram í ræðunni og þessu andsvari varðandi Urriðafossvirkjun, að það alveg sjálfsagt mál að hlífa henni að sinni á meðan frekari rannsóknir fara fram.